Jæja, stelpur, velkomnar í tebúið. Takk fyrir að fá okkur. Já, það er svo gaman. Ég elska að vera með svona tebúið og bjóða ykkur Þú ert að koma í fyrst skiptið, ekki? Jú, þetta er fyrst skiptið mitt og Birta senda á okkur og var bara mjög spennt að taka okkur í viðtal. Nákvæmlega. Við bara, ógeðslega flott settið, svona Takk fyrir. Daldi kjút, sko. Þetta er alls ekki fyrsta skiptið mitt, sko. Þetta er alveg þriðja skiptið mitt. Já, ég er virgin hér en ekki Jóa, sko. Velkomin, Sunneva. Takk fyrir. Nei, en Jóa, þú ert sko eini gesturinn sem er búin að koma í öll season. Já, ég var einmitt að hugsa Season 1, 2 og 3. Oh my god. Sko, þú ert bara... Heyrðu það fyrst hér, sko. Já. Það er ekkert season nema Jóa kom í Án heimsókn. gríns. 100%. Einn þáttur í hverju sísoni, þetta er bara geggjað. Einn eða fleiri. Eða fleiri, já, allan einn. Minnsta lagi. Já, Minnsta lagi. Það er alveg með strík, sko. Já, Já, það er Þú ert rétt. ekki búin að missa a season, sko. Þú ert líka eini gesturinn sem hefur komið oftar en einu sinni, er það ekki? Jú, Já. Já, ég held það. eins og staðan er, sko. Svo staðan er núna. Svo veit maður aldrei hvað Svo vorum við líka bara svona að pæla hvort að því langa ekki kannski bara mögulega, ég veit ekki, kannski mögulega að vera gestur kannski á live-sjónu. Ég læg svo að kíkja upp á sviðið, kannski. Kannski bara segja eitt eða Oh tveir. my god, já. Óski ekki til að hafa ekki með ammæli kannski. Óski, hello, Yes. sko. Oh my god, já, er það að grínast? Ekki? Jú. Ok. Það var æði gaman. Ég mátti alveg spóla þessu. Já, ekki? ég veit Jú. alveg að tebúðskestinir eru mjög spenntið fyrir því, sko. Já, my tebúrskestinir God. elska Jói eins og við elskum Jói, þannig að I love you guys and you guys. Especially you guys. alltaf tebúrskestinir sérstaklega. Tebúðskestinir eru bestir. Herðu, þeir eru æði. hérna, til þess að skála þessu tebúi starta þessu sétti, þá máttu velja að fanta. Þú mátt velja þér appelsínu, svo kata, eða citrón, eða fanta lemon. No sugar. No sugar. Ég segi, join ykkur bara í appelsínu, sko. Er það ekki? Það Jú. er alveg classic, sko. Er það ekki? Jú, Ég það er líka bara the var að OG. fá með nýja neglur og þær eru Það eru Metsi. stíl. Ó, ég elska orange neglur. Daldi kjút. Svo cute. I love them. Me Shout out too. að Auði Gísla. Ángríns. Shout out. The best in the game. Auður, you're a queen. Ángríns. Herru, skál. Herru, skál. Í fanta Appelsín. Já. Og áður við byrjum þetta, þá vil ég líka vita, hérna, Jóa, hvor ilminn af Laugaspa myndi þú grípa meira í? Ég veit, ég finnst báður góður. Já. Kasmíri Royal. Já. Hvor er svona þinn Hvor er meira svona þitt vibe? Ef þú værim að fara að gefa þér ammálskjöf eða eitthvað, hvort myndir þú vilja fá í ammálskjöf? Sko, báðir geggjaðir, en ég hugsa að ég sé svona meira royal megin, sko. Já. Það er svona meira svona spicy Já. og ég held bara, já, en erfitt val samt, sko. Já. Mjög erfitt val, Þú veist, maður ánægði með báða, Já, skilst ekki máli, einmitt, en þú veist, já. að maður ætti að velja. Þá, já, ég tæki held í royal, en Einmitt. bara virkilega erfitt að velja, ég verða að veikina það. Já. Þetta var svona gott val. Já, ég var svona svipað að kemur að svona ilmum, sko. Já. Svona kryddar Já. pjúr. Já, elskum svona Kryddpjúr. spicy. You like it spicy. Já, það You're er the alltaf Spice þannig. Girls. Yes, Spice Girls. Hérna, ok, þetta er sko, ég er bara mjög spennt að, hérna, taka hann þátt, líka bara til að svala minni eigin forvitni, af því að þeir eru... Við erum búin að vera mjög secretive. Já, veist, ég ætla að segja, svona, ég er bara búin að pínulegilega með þetta og ég er eitthvað svona að spyrja hann bara svona, og ég er eitthvað svona, Þetta ok, gleymist að þú lest mig ekki vita hvað barnið þetta átt að heita, sko. Já, rétt. er það satt? Þangað til ég gíska það. Þannig að, stop that. Ég er samt í sjokki og hafi giska. Já, ég fekk alveg ágætt hint, sko. Já, En Ok, samt svona, ok. þetta samt kom og þið Já. voru bara, what? já, ok, true. Ég og Það er Bensi mjög vel voru gert. bara, við ætlum að ná þessu að þau voru bara svona, ok, við skulum gefa ykkur nokkur hint. Oh my god. Og það þú veist, það voru ykkur nokkur stafir sem að þau voru bara, ok, já, það er rétt. Já, já. Þú máttu gíska stafinn og ef það var rétti stafur, ok, Þá máttu við fá tvö máttu við gíska fá eitthvað. þrjú gísk eða tvö gísk. já. Og við náðum að gíska út frá stafnum. Oh my god, bara út frá stafnum Já. Vá, Við vorum vel alveg að velja, gert. við vorum bara, Já, svo bara make it to me sense, bara við, líf. já, þetta er við líf. ógeðslega Já. falleg samsetning. Að þið vissum náttúrulega að vera líf. Já, Það, já. það gaf okkur alveg embla, sko. Já. Já. En þetta er perfect ótrúlega match. falleg samsetning. Sko. Æ, Ótrúlega. takk, stelpur. Það er gaman að segja frá því að Embla var á mínum lista Já, líka. það er svo Þannig að mér finnst merkilegt. þetta mjög Já, fallegt nafn, já. sko. Það er fyndið. Já. Það er Tinnamarja, ég er mesta Tinnamarja. Ég veit að hún er engin Embla Ég og veit Embla er ekkert nema Embla. Já, Þannig að þú veist þetta er fyndi hvað þú veist, þau bara fitta inn. Já. En þú veist, við vorum eitthvað búin að velja nafni og bara svona svo er bara, en við þurfum samt að bíða og sjá barnið, Já. af því kannski er þetta engin embla, en svo Nei. var þetta bara Það er Ég mesta er bara emblan, Geirþrúður, skilur við eitthvað. 100%. Gæti verið algjör, skilur. Benedikta Þrúða eða eða eitthvað, ég veit það Geira, ekki. Benedikta. Já. Það ekki. Er það Og nafn? hvað hljómar Southern eitthvað? Benedikta. Er það, þú veist, heitir ykkur Benedikta? Benedikta, ég veit það ekki. Ég held að sé alveg nafn. Hitt oss upp ef einhver heitir Benedikta. Já, bara sjá þetta á Benediktu. Já, Queen. sjá þetta þig. Herru, ok, já, en ég er búin að vera mjög spennt að taka hana þátt, af því að þeir sjá svolítið svona setupi fyrir þá sem er að horfa, þá svona setja ég eiginlega á móti
Sunnu og Jói. Ég ekki þáttastjórnandi í dag. Sko. Nei, ég er svona eiginlega bara svona hostin. Ég er svona ímynda mér að ég sé Kristjana í talksjónum sem feilaði. This is your show now. Welcome to my show. Hello. Þetta Tebos Table Talk. Tebos Table Talk, já, klárlega. Það svolítið cute. En þetta, þú veist, einhvern veginn átt þú eftir að taka mig viðtal og kolla og þú veist, þið bara þið, það ekki þetta skilur, it is what it is, við gerum það sem við viljum. Við erum í heitusætunum núna, sko. Já. Það er enga reglur hér. Nei. Ég er með hraðaspurningar fyrir okkur. Nei, reyndar ekki, en ég get alveg hendi eitthvað svo leys. Ok, love it. En svo ætlum við líka að svara spurningum frá Tebos gestum. En fyrir þá sem að, kannski margir sem fatta þetta út frá nafninu á þættinum, en nafninu á þættinum er #samstarf. En það er í raun og veru sjónvarpsþátturinn ykkar sem er að byrja bara núna í þessari viku. Já. Það er ekkert eðlilega spennandi. Á 5. daginn. Get ekki beðið. 27. ágúst. Stöð 2 Plus. Og heitir #samstarf. Struppur. Struppur, skildum við góð. Fofagók. Heitir #samstarf. Og ok, ef þið ætti að segja ykkur bara svona í ótrúlega stuttu, svona hvað snýst þátturinn, skilur? Hann snýst það að ég og Jóa við ákveðum að fara að finna okkur vinnu og þar sem við gerum eiginlega allt saman, þá vildum við fara saman í allar pröfunar að vinna. Já. Og já, við sækjum með fullt af vinnum, fáum nokkra pröfur og þetta er allt svona frekar ólíkt okkur, svona frekar krefjandi og skemmtilegt. Ok. Já, eitthvað sem þið myndir kannski ekki sjá okkur í. Ef þú horfir á okkur bara sem staðal ímyndina af okkur, þá myndir ekki ímyndaðar að við varum að vinna við þetta. Þetta er kannski ekki fyrsta val heldur af vinnu sem þið myndir velja ykkur. Sko, ekki kannski fyrir okkur, en þú veist, bara margir sem bara fyrir ykkur. Algjörlega. En mikið af þessu sem ég sé alveg fyrir mér að ég gæti tekið, sko. Bara eftir að hafa pröfað? Já. Ok. Alltaf daginn. Algjörlega. Já, þetta var eiginlega bara svona mjög góð samantekt á þessu, já. Ok, og þess vegna heitir hún, sko, mér snabbt briljant. Já, þetta er geggjað, sko, já. Bara út af, þetta er náttúrulega starf og við erum saman og náttúrulega Instagram og allt þetta, áhrifavaldar. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta var bara svona þegar þessi hugmynda nafni kom með borðið og voru bara, já. Þetta er bara átó. Þetta var svo ógeðslega erfitt að finna nafn. Og svo bara kom þetta og var svona... Ég hét lengi eitthvað Sunnu og Jóhanna í atvinnuleit eða eitthvað sem var bara það er ekki Sunnu og Jóhanna í atvinnuleit. Bara boring next. Plus. Það sendi ekki heimi. En þetta er bara svo mikið negla. Þetta er svo tvíþætt, skilur. Þetta er það. Var ekki Ingileif sem kom með þetta á borðið í einhverju djóki? Ég held það. Leiðréttu okkur endilega eða var eitthvað annars sem kom með þetta með minnir að Ingileif hafi hendið svo fram meiri í gríni og svo bara var þetta bara, svo voru bara hvað heit þetta bara? Samstaf? Ég held að sé bara samstaf. Já, mist þetta negla. Mist það geggja. Mjög skemmtilegt. Það er, við erum ekki búin að fá sjá mikið, við erum búin að fá sjá svona trailer, svona brota því sem á eftir að koma og svo gaman að sjá intro ykkar, þetta er svona Kim K, Hollywood, leikurinn vibes. Það var einsbóðið. Já. Hafið þið spilað þann leik? Nei, nefnilega ekki, sko. Ég fæ reglulega samt ennþá svona pop-up ads á Instagram og eitthvað. Sko. Ég er alltaf bara, og núna þegar ég sé þetta þá er ég bara Já. Við eigum svona karakter. Já. Smá sætar. En hefur þú spilað hann? Leikinn? Ekki spila hann, bara sé svona, þú veist, myndir úr honum í rauninni. Það er ekki spurning hvort þú er spilað. Ég veit að skemmtilega leikur, bara þú veist, gaman að sjá okkur, ég get svona ímyndað ykkur inn í leiknum og... Við downloadum hann núna og byrjum að spila hann. Í sorpubúningnum og sjóra gallanum. Þessum mjög vel mikið inn í. Já, þið er bara 100%. Mestu gælunar. Næsta task, svona ég go and meet, Sunnu and Jóa. Já. Oh my god, yes. Það er svona, já, leikur virkar svo leis. Kim að fara put a lawsuit on us. Herra Kim mín, slaka bara á, það Slaka þú á, Kim. Það er mitt í intronu, þá getur við svona pínu séð, intro að gefa okkur svona smá hint af störfunum sem þið eruð að fara að pröfa. En þið eru, hvað er þetta mörg störf samtals? Munið það? 5. Já. Veist, ok, við erum alveg búin að sjá cirka hvað þetta er. Já. Og líka þið voru alveg duglegar að tísa á Instagram. Já. Þannig að maður gæti svona, en var ekki lengi vel sem fólk var bara, hvað í anskotanum eruð þið að gera? Bara hvað eruð þið að gera? Að þið byrjuðu bara svona sína smá myndavél og svona kannski smá locationið. Þannig að þú veist, fyrir þá sem að, hefði ég ekki vitað, þá hefði verið bara hvað, stelpur, hvað er að gerast? Taka mynd af ykkur í fjósi, eða hvað er það? Mynd af ykkur frá haugunum og erum að því sem maður er uppiskroppaður af locations fyrir Instagram. Já, mættar og sorpið fyrir framann hérna risa ruslahaugin.
kannski ættum að gera það. Já. En voru þið eitthvað, þú veist, hvað voru þið, þegar fólk var að spyrja bara, hvað voru þið alveg að segja það strax eða litu þetta aðeins bíða eða? Sko, í fyrstu tökum þá vorum við eiginlega ekki að svara, vorum bara gerðum bara svona emoji, skilju. Já, ok. En svo byrjuðum við bara að segja að því að það var komið smá svona tease frá Stöð 2, þannig að við vorum bara, ok, við getum sagt að þessi þættir, þannig að við vorum bara, það er þættir að koma, skilju, þættir hjá Stöð 2, það er einu sem við sögum. Ok, og viðbröðin hinga til, þú veist, þið er náttúrulega ekki búin að gefa mikið, en þeir eru bara búin að setja trailerinn í story og svona, hvernig er viðbröðin hinga til? Bara allir eru ógeðslega spenntir. Oh my god. Ég sko, svo er þetta víst búið að vera, ég er búin að sjá þetta einu sinni í sjónvarpinu. Trailerinn? En það er ykkur 3 trailerar í gangi held ég og þeir eru alltaf í gangi, það er allir í kringum með bara herðu, trailerinn eitthvað og ég alltaf bara, já. Ég alltaf fjölskyldubóðum bara heyra bara, herðu, þú komið sjónvarpið? Þú búin að sjá þetta? Ég bara, við þurfum að fara að horfa á línulega. Já, ég bara að segja, maður dugnar að horfa á línulega til að sjá svona trailera. Ágrins. Svo fyndið. Og já, ég trú því að viðbröðin sé bara styrlu, sko, því ég sjálf get ekki beðið. Hvernig er það? Munu þættin koma einn út í einu eða allir í einu? Einn út í einu. Ok. Vikulega. Bíða, þolinmæðir. Gaman. Reynir á. Það er líka, þú veist, það er ógeðslega skemmtilegt, en það er líka svo gaman að geta bindsað. Já. En það var bara þá var það svona smá búið, skilja. Já, þá var það bara svona koma búið. Það var spennandi að hafa þetta einn í viku. Þetta er bara 6 þættir. Það er það. Þannig að það er bara, þú þarfst ekki að bíða of lengi, skilja, marga tíma, skilja. Nei, bara viku. Þetta verður 6 vikur. Já. Þetta er bara eins og góður Love Island. Aðeins styttri. Já, nánast. En þetta er mjög spennandi. Hérna, ok, og þá langum við að vita, svona hvernig kom þetta til? Að ég veit að það eru margir forvitnir og erum búin að spyrja teborsgesti og kannski svona, ég fyrir þær spurningar eftir, en það er svona vinsalast að vera kannski bara hvernig, how did this happen? Já, herðu, ég fekk skilaboð frá honum Blöndal. Sjátt á Blöð og hann sendi á mig bara að Stöð 2 langa að gera þætti og er að leita nýju skemmtilegu fólki til að koma inn og gera þætti og hann bara spurði mig hvort ég gæti komið á fund ég var bara ok, já smá out of my comfort zone en ég er alveg til já en ég fór bara á fundi og þú veist það komu alls konar hugmyndir hvað ég ætti að gera en ég var bara ég er ekki að fara að gera þetta nema ég fá hann að Jói með mér og ég vissi bara, ég þurfti ekki svona að spyrja Jói hún var bara on ég var bara, ég er tilbúin að gera þetta með Jói og þú veist, við getum gert það bara til í þetta og þau bara, ok, geggjað eitthvað og svo bara hringdi Jói, herðu Jói, verðum frá í sjónvarpsþáttum hún bara, ok, geðveikt það var ekki down in her mind þetta var líka ekki viltu, heldur, við erum og ég bara, ok, til hvenær á ég að mæta það var basically þannig, það var svo geggjað ég bara svona vissi að þú myndi segja já líka fyrirvarin var ekkert mikill þetta var bara, þetta er frekar stuttskjöndur ákveð svo bara frekar, þú veist, þú voru fljótar svona græði og gera þetta hvað var það, 1 eða 2 fundir og svo bara var ákveðin tökudagur og svo bara fyrsti dagur og við bara, já, þetta er bara byrjað svo voru bara í þessu sumar hvað voru þið svona tökum einu sinni til þessari viku eða eitthvað var frekar misjátt af því að við erum að pröfa störf það var svona erfitt að fá að koma inn skilur þannig að þú veist það tók smá það var kannski svona það leið stundum aðeins á milli og þetta var mikið líka helgar þú varst að vinna þannig að taka helgar þannig að stundum við vorum bara að taka upp alla helgina og stundum bara ekki eftir næstu helgi og svo bara alla, þú veist, bara taka 2 þætti þetta var bara svona heila helgi svona sitt og hvað svona hendaði því starfi eða svoleiðis einmitt, þannig að þetta var fljótt að gerast og svo er þetta fljótt að koma út þeir eru bara nýlega búin að taka upp já, bara mjög nýlega, hvað er í lok júlí eða eitthvað svona 2-3 vikur síðan við tókum senast upp held ég pælið því og strax komið trailer og klipta trailerin og þetta er bara að koma í þessari viku Jesús, ég get ekki beðið svo spennandi sko, en ok, að vera fyrir framann þú veist ok, svona þú ert auðvitað bara vön að vera fyrir fram myndar að þið báðar skilju fyrir myndir og svoleiðis bara allt annað þegar maður er eitthvað ok, svo ertu skilju þú ert vön að vera hérna í mynd fyrir tilbúin en þú veist, þetta er bara svo ótrúlega mikið þitt comfort zone því að þú við basically stjórnum allir hér, skilju já, það er kannski svona það er annað þegar það er tökkrú og þau ráða hérna voru bara, ok, ég sitt hérna með hennar því að það er mín betri hlið og hjálpi mér, verri hlið mín fara að skína í þessu þáttum hjá okkur báðum, engar áhyggjur þið fá að sjá nóg að verri hliðin okkar þarna hefur maður engin kontról eða að ég myndi halda kannski maður er ekkert eitthvað að taka upp eitthvað, bara nei, að færa myndalina hinum svo maður meira inn líka bara umhverju býður ekkert alltaf upp á það líka bara ótrúlega ónáttúrulegt að vera bara í sjónvarpi
og reyna alltaf að vera sín besta skilur það er bara ekki augnablik, býður aðeins ég held að það sé bara ekki hægt sko. Nei, ég virkar ekki það er líka eitt þáttur sem ég er bara búin að grenja allt make-upið af mér og ég er bara ógeðsleg ég sko að ég bara, þú veist, hefur ekki lent í að kemur vindur í augun bara svoleiðis. og við vorum ekki með neitt til þess að þetta er náttúrulega bara reality skilur já. við vorum ekki með neitt einhverja förðunarfræðinga og þú veist, ég var eiginlega ekkert með make-up á mér, ég var bara pouring. En það gerir þetta bara mér ekta, ég held að það sé bara miklu meira spennandi. Ég sko Sunniva líka bara sendi mér snapp eftir hennar dag, bara, akkur sagðir mér þetta ekki? Ég sá þetta ekki, ég var sjálf blind, sko. Já. Var þetta út að sjó? Já. Það var myndísk. Það má tísa smá. Já. Jú, sjórinn náttúrulega er í trailerunum, en það er ekki, þú veist, hvað við erum að gera. Já, nei. Þannig að, já, það er rétt. Ég held að við getum, þú veist, fyrir þá sem eru jafn spenntur og ég, við getum svona pínu gefið okkur svona cirka hvað störf þetta eru og sem hafa verið að fylgjast með ykkur og svona eru kannski búin að vera samkvæmst að sér eins og þú veist, já, eins og ég gerir bara svona ok, ég er búin að reikna þetta út og þeir eru cirka þarna, þannig að maður getur cirka gefið sér, maður veit náttúrulega aldrei hvernig starfi fer og hvernig ykkur líka við, en var eitthvað starf sem voru bara þetta verður fucking glata sem var síðan ekki glata sko ég held að sundlaugar verðurinn yrði meira boring heldur en hann var sko. Sundlaugar verður skemmtilega starf hann komur alveg óvart sko, þú veist, bara og svona ángríns þó svo að við náttúrulega það var fyrsti tökudagurinn já, það er fyrsti tökudagurinn fyrsta skipt sem vorum að hitta alla almennilega já, reyndar, það er rétt já, við vorum ekkert búin að hitta hennum bara á þessu fundi og það var bara svo náttúrulega, við vorum bara klikkuðum bara þetta er bara við ég bara, hérna sjáðu við okkur eins mikil fáið að bara natural habitat sko. take it or leave it eins mikil lúsurar við erum þið fáið bara að sjá það þarna en það er líka bara geggja, ég er svo spennt að fólk fá að sjá eitthvað aðra hlið heldur en bara Instagram hliðina kannski eða eitthvað svo leiðis nákvæmlega að fá kynnast ykkur sem þú veist algjörlega, já bara sem persónuleikum hvernig við erum alltaf að djóka bara með allt akkurat bara svona við erum alltaf í ykkur karakterum þegar við erum bara hjálp, tvær eitthvað við erum bara eitthvað, ég var að segja hvað er heita eða ég var að geima það frá hvernig segja þetta heitir eitthvað já við segjum nafnir áðan ef þið hlustuðu nú vel þá veitir hvað karakter þetta heita við erum með svona alter ego þú sagði það hún sagði því ég sagði eitt nafn já, þá komu hinn tvö ok, það er Geira og Þrúða já, þú er alveg heyrt þær þú er alveg heyrt þessa ok, og þið eru svo þær í þáttunum nei, oh my god, það er góður en það er kannski tökum eitthvað aðra seríu bara með þeim Geira og Þrúða mæta í flugvél í háa loftunum það er Geira og Þrúða sem lifniði við þegar við vorum að fljúa já, þegar við vorum báðar að fljúa hjá og það voru svona alter ego okkur þar sem voru eldgamlar flugfreyjur já, ok ég ætla að fara að spyrja okkur þurfið allt rík og í hálóftunum en er það ekki bara fyrir þess að þjónusturödd svona, god dang, nei, það var bara þegar við sátum aftur í tvær í take-off eða landing, það voru við bara á milli hver voru bara þessar gerðum ekki við fólk sko það er svo ræðilegt að við gera það nei, ég held ekki við erum alveg gert það fyrir fram að marga sko ég hef ekki heyrt það sko jú, það lítur að vera kannski já, þú mannst það leið og heyrir það sko en við gerum það bara við getum eiginlega ekki gert það, ekki hér kannski tökum við þáttu ekkert til þessu skálum kannski live-sjóinu kannski mæta Geira og Þrúða í live-sjóinu ég er óslæspennt og sendur á line-upinu upp Geira og Þrúða hver er það? klukkan 8:15 now you know en ok, sundlaugarður, það kom óvart já, mér fannst það og ef þetta velja eitt af þessum 5 störfum sem við fóruð í til þess að bara, það yrði bara eitthvað framtíðarstarf hvað er þið fyrir valinu? ég veit hvað þú velur sko ég er bóndi sko þú bóndi? já, og ég hugsa bara fett í vilin það sko hún væri bara geggjaða bóndi held ég hún alltaf stóð sér vel að mjölka alltaf mikill dýravinur sko já, æði gaman sko já, er það grínast en tölum ekki mikið um það nei, það er ekki vita meira hvað við vorum að gera nei, það er rétt en bóndi þetta var bara skemmtilegast dag lífsmín sko það er svoleiðis hún skemmt sér mjög vel ég fíla hann alveg vel aðna en hérna ég var ekki mikið into it og Sunniva sko en mér fannst það ekki ég hugsa samt ég tæki bóndan líka sko já, ég held það mér leiði alveg vel að vera bara upp sveit ekstar já, ég geti bara do the dirty job þú ert bara inni að baka köku fyrir mig husband and wife fyrir, þú veist, mörg 100 árum það er ennþá til það er bara
veist. Já, það er rétt. Já. En hérna, þú ert þá bara, ég er þá bara það tvær konur. Það er rétt, já, ok. Wifi, já. Og ég fatt ekki sem hvað var að meina, ég var bara, hvað meinar? En hvaða starf er þið þá af þessum 5? Bara það, þú veist, bara, ok, þið þurftu bara að læna þessu upp, skilju. Hvað er það síðasta sem við bara myndi þurfa að taka? Eða þurftu að taka, skilju. Að bóndi væri númer 1, hvað væri raunum verið númer 5? Sorpa. Já. Það er bara lyktin, sko. Já, það er samt alveg, það eru nokkur skref í hvar getur unni í sorpu. Já. Ok. Og það er einn staður þar sem að ég myndi aldrei vilja vinna á. Það er... Og ég respekta þetta fólk bara... Öll virðing í heiminum. Já, til þeirra, í alvörunni. Ok, ég get ekki eins og ímynda mig Nei, hvað þú getur ekki ímyndað þér það, sko. Þetta er hérna, hvað heitir þetta, Gufunessið? Já. Þetta er bara, þetta er stærsti ruslahaugur. Já, Nei, það er pressan og svo er... Já, þú að tala um stóla. Já, ég er líka að tala um Álfsnesið sem er að nötti Mosso og það er líka svona risa haugur. Þetta eru 2 svona haugar, einn er inni og einn er úti. Ok. Og þetta er bæði, ógislagt. Bara lyktin. Bara það að vinna á haugunum. Já. Þú veist, hvað er maður þá að gera? Þú er bara... Pressa rusl. Já, basically að flokka rusl og pressa það og setja það í svona tæpingu Þannig þú og stendur flokka þarna og ert basically að fara í gegnum rusli. Nei, ekki alveg, en þú ert á svona gröfum og svo er svona vél sem er svona hvað hétt aftur? Já, ég man það ekki. Það er eitthvað svona pressa, skilur ykkur. Kölluðu er þetta ekki bara færi bandið, bara með greini, þú veist, færi bandið. Það er alveg svona, ég man ekki. Það sem þú horfir bara á og það er bara, þú veist bara, fólk flokkar ekki, sko. Nei. Það flokkar ekki nóg vel. Nei, það var heimilissorparna í bland við 1 skó og eitthvað. Þetta var bara eitthvað algjör steypa, sko. Já, þetta á að vera flokkun, skilur. Þannig að ef allir myndi flokka þá væri starfi fyrir þessa aðalega sem sinna þessu starfi mikið auðveldraða. Já, og bara fyrir heiminn, sko. Já, auðvitað fyrir heiminn. Þetta er bara svona starfi. Já, ég er bara í sjokki yfir hvað fólk flokkar ekki. Ég er bara búin að taka þetta bara inn á mig, bara síðan. Já, ég skal trúa því. Ég sá þetta með mínum berum augum, ég var bara, ok, við þurfum að gera eitthvað hérna, sko. Já. Þetta var rosalegt. Muna flokka, sko. Já, muna flokka. Það er kannski svona, það er svona það sem lærðu úr þessu. Já, muna flokka. Það er mikilvægt. Vissu náttúrulega að vera mikilvægt. Það er ótrúlega mikilvægt. En maður sér bara hvað er enginn að fara eftir. Nei, það er klart. Það er örugglega andið svona 5% sem fer eftir í alvörunni. Maður leifir, maður telst alveg segur um það, maður leifir ofta að slæta. Já, þú veist, maður er eitthvað svona, ég setja bara hérna og nýja. Það er margir að slæta, skilur. Það er ekki hægt, skilur. Það má bara 1 slæta í viku. Já, einn á landinu. Einn á landinu, já. En ok, þannig að það er svona það síðasta ef það væri að vinna þarna á hugunni. Já, það var svona geggja gaman að fá bara upplifa þetta og sjá hvernig það virkar og ég var bara my mind changed, sko. Ég var bara I respect every one of you. Þú veist, ég var alltaf að respekta þau, skil, en ég var bara svona en maður gerði sér ekki grein fyrir þessari, hvernig þetta væri svona í alvörunni. Nei. Maður hélt bara einhvern veginn að það væri bara ruslakallar fóru upp í ruslabílinn og svo fer þetta bara og er pressað inn í eitthvað fjall. Já, þetta er bara ógeðslega mikið staðal og starfsfólk sem er bara eitthvað það er bara stelpa á aldrei við okkur sem var bara hæ og við varum bara besta mín. Ef þú ert að hlusta á þetta þá ertu geggjuð. Já, ég var að hlusta. Ég bara ágrínast það væri geggjuð. Og lyktin var ekki góðan inni, eða? Nei, en þau funda hana ekki lengur. Nei, þau eru bara ónæm. Þú veist, ég hef alveg unnið við fisk, sko. Það venst ekki. Nei. Þetta er verra en það. Ég myndi freka verið inn í fiskifílu. Já. Sko, það var svona, já. Já, nei. Ég heyri það. Við komum út í bíl sunna bara, mér er illt í maganum og ég bara mér bara flögult eftir þetta, sko. Og fór ekki bara heim í sturtu og þá áttum við eftir að fara á 1 stað, sko, sem er versta lyktin á. Þú endurst þar í svona 20 mínútur eitthvað, sko. Já. Það er náttúrulega loka atriði minnum í einum trailernum. Og bara ef þið eru búin að horfa þá fattu hvað það er og þú veist og þetta er bara mót það sem við segjum þar, sko, þannig að en það var mikið annað en eins og sem var ógeðslega gaman, sko. Já, það var líka alveg stemning, sko, eins og að vera á leiðinu og svoleiðis. Vera á leiðinu. Já. En ég hugsa að, þú veist, það er alveg margir sem að hlusta á þetta sem eru við það að fara að byrja í menntaskóla og svona þannig og ég veit ekki, var það þannig í ykkur grunnskóla á síðast árinu, þá mátti velja eitt starf til þess að prófa. Hún rammar í þetta. Já, mér líka. Þú veist, þessi sjónvarsátti, #samstarf, þetta er pínuð þannig, skilur. Og það var allavega þannig á okkar tíma. Ég veit náttúrulega ekki hvernig það er í dag. Ég er ekki í grunnskóla en þá því miður. Að þá mátti maður, það var svona starfsdagur, maður mátti velja sér eitt starf til þess að pröfa og fara og vera þar í 1 dag, skilur, og pröfa. Þannig að ykkar
sjónvarpsþáttur svona pínu þannig, þeir eru svolítið svona bara try it out fyrir, þú veist, alla hérna. Þetta alveg stórar keðjur af störfum, skilur, það geta allir farið í þetta starf. Akkurat. Nei, En klárlega. þetta er bara eitthvað sem við höfum aldrei Vali, nei, en þá ætlaði næsta spurning mín að vera, þú veist, munið hvað vildu ykkur þegar voru í ég man grunnskóla? ekki svona eftir þessu, Ég sko man eftir að hafa heyrt af þessu en ég man ekki eftir að þetta hafi verið í mínum skóla. Ég veit ekki hvort það eru bóðið á mér heldur, sko. Nei. Það er glatað. Já, en ég hef heyrt af þessu og mér fannst þetta ógeðslega skemmtilegt. Þú er skemmtilegt konsept, sko. Einmitt. Og hvað er þú? Já. Þetta var búið í mínum skóla, sko, og þú veist, það var margt í, þú veist, maður veit ekkert hvað maður ætlar að vera í 10. bekk, þannig að maður þarf bara svolítið svona að velja ég man að mér fannst þetta ógeðslega erfitt val og ég vissi ekkert hvist bara, ég var svo mikið inn í svona kriminal og þannig ég var svona, ég fara eitthvað þá átt eða gera þetta þannig, en ég valdi þessast borgarleikhúsi og einn heilum degi þar og það var sjúklega skemmtilegt. Vá, ég trúi því. Sjá bakvið og þannig. Það hefði ekkert verið skemmtilegt á mynd, skilur, þú veist, í þætti, en það var alveg gaman að pröfa og bara áhugavert fyrir þig að sjá. Já, og líka bara, þú veist, það er svo áhugavert sem gerir þess að þætti svo áhugaverða að pröfa eitthvað sem maður hefur aldrei verið settur í. Já, af því að þú veist, aðal svona þetta er svo stór hlut í lífinu það sem þú vinnur við. Þú gerir það 9-5 eða hvernig sem það er, hvernig sem tímar eru. Eyðir miklum tíma á vinnustaf. Já, bara meira hluta á deginni. Og við erum öll örugglega sammála um það, allir sem, þú veist, við 3 og allir sem hlusta, þú veist, þegar maður hittir einhvern og þau eru svona framandi starfi, þá er það alltaf bara svona, ok, hvernig er því háttað? Þú veist, hvað er það að gera á daginn? Akkurat. Þannig að ef ég myndi hitta manneski frá Sorpu og væri bara svona, ok, en hvað gerur? Já, en hvað gerur? Það getur engin, þú veist, ég held að manneskinn geti ekki svona útskýrt það, við getum alla útskýrt hvað við erum að gera. Nei, einmitt. En þið fáið að sjá það í þáttunum. Já, mjög spennandi. Við fáum bara að sjá bara svona hvað er þeirra daily routine einhvern veginn, einmitt. Það er alveg áhugavert, sko. En hvernig varð valið, þú veist, af þessum 5, hvernig vildu þið? Við einhvern veginn skutum bara á borðið bara hvað okkur myndi mest langa að pröfa. Og fenguðu allt það? Það var eitthvað sem var ekki hægt. Já. Nei, ok. En það kemur mögulega þá bara sér 2. Já. Þannig er það bara bóka sér 2? Who knows? Já. Ok, það er bara spennandi. Ok, vonandi, já. Okkur langar það. Já, það var ógeðslega skemmtilegt. Það væri mjög gaman. Og þá ætla ég að reyna að ná þessu sem að Já, og einhverju fleiri skemmtilegu líka og við erum bara búin að vera brainstorma líka og svona hugsa eins bara hvað væri gaman að gera meira því að þá náttúrulega þarna sér maður bara hvað það er ótrúlega gaman að sjá ólíka störf og þú veist hvað fólk er að gera bara 100%. Ég bara, já ekki orðstundum Ég alveg væri til þáttaraðir sem ég geti bara ítt á hvaða starf sem er í heiminum til þess að bara sjá hvað þau gera daglega. Akkurat. Þess að maður er svo oft forvitin, þú veist, maður heyrir bara eitthvað svona þú veist, já, ég vinn og skrifstof að gera þetta og mér er saman til skrifstofstarf þá bara hvað er það að gera á skrifstofunni þú veist, mér finnst allt svo áhugavert og maður bara svona tölvupóstum og hvað gerur í tölvunni? Hvað gerur í tölvunni? Þú veist, ertu með eitthvað app sem þú bara ert í I don't know, skilur ég er að samla mér finnst allt svona geðið spennandi en er eitthvað sem að þeir sögðu bara nei, við erum ekki að fara að gera þetta Já, og það kemur í þáttunum Já Og er það eitthvað starf eða bara eitthvað innan við starf sem Já og við segjum bara nei Já, bara ekki séns Það er svona, einhver segir við ykkur í þáttunum ég var að pröfa þetta starf og þeir eru bara nei Já What? Ok, vákálega það er Get ekki Þegar þú heyrir það, þá ertu bara já, ég þetta það og ég skil okkur þar vilja það ekki Ó nei, ég verða að vita, sko Já Má ég giska? Já Þú 1 gísk Ok, 1 gísk? Já Oh my god, það er ógeðslega erfitt ég get alveg, þetta er ekki gískið mitt en ég get alveg gíska gett hátt en vita að þau fengi líklegast aldrei að pröfa það starf Ok Þannig ég ætla ekki að gíska Mér langar að vita, nannu að segja hvað það er en það er ekki gískið mitt Ok, þú veist skurðlæknir, þið fengi aldrei að pröfa það Nei Vil eitthvað vera módel fyrir okkur að vera skurðlæknir Nei, ok Sendu okkur DM Ég veit það, ég er bara að segja Hvíða bara einhver myndi lappina og er að fara í aðgerða sína og ég og Jóa bara Við erum að skera hausinn á þér í dag Ertu ekki rætti, já? Nei, ég veit ekki, ok en Það er bara Grey's Anatomy Já, ég er horfa að Grey's þetta bara þess að kom það til mín skilja En hérna Í næstu seríu Beautiful day to save lives Ángríns, halló, Derek Shepard, sko Oh my god Svona McDreamy Ok, það er svona ekki gískið mitt Þú veist, ég segi þetta kom fyrst til mín að þið voru bara nei, þá er bara svona, ok, það myndi aldrei vilja skera Þú færð ekki að fara í pröfu Ég veit, hvað? Nei, þið fengi kannski ekki að gera það heldur Hvað? Nei, ok, þið fengið ekki að gera það En má ég segja það samt líka, en það er ekki gískið mitt Það er svo smooth Ég veit það Nei, ok, þetta er ekki gískið mitt samt Ok, líksnirtir
Það er ekki starfi. Við höfum rætt það. Já. Það kom reyndar ekki upp. Ok. En það væri bara ekki TVs, sko. Ákveðnir auðvitað ekki. Við erum bara ekki að fá bara... Fyrir ekki megum við fá pappa þinn lánaðinn. Ok, já, auðvitað ekki. Ok. Það væri held ég mjög viðkvæm. Já, auðvitað. Fyrsta lagi... Ég gleymi stundum að Þetta væri dáin manneskja og þurfti að vera einhver áreitit og öðrulega að þetta gæti verið ættingi þá eitthvað. Líklegast ættingi. Ok, ef ég deistarspur þá með ég gera um mig. Ok. Stöð 2 er það að hlusta. Og eftir ykkur skurðlækninum, skilur. Það gæti bara, það væri svo óviðandi að við værum bara Birta, rest in pieces. Sett að tappa mér og svona. Hérna ég prumpa og því væri bara, hei, það var ekki ég. In pieces, fatti ekki. Ok, herðu, það var ekki gískið mitt samt. Ok, þá, eins og ég segi, hugur minn fer eitthvað sem að augljóslega þið myndu. Ok, það kemur ekki að neinu döðu fólki, sko. Nei, auðvitað ekki. Eða sofandi fólki. Já. Svæfingalæknir. Herri, svæfingalæknir, það getur verið svolítið skemmt að fara að setja grímuna á manneskjuna. Það er samt alveg, sko, það er alvarlegasta starfið. Þetta er bara erfiðasta og þú ert bara að hafa, það er maður ekki að metta sig mest. Það er helst settur af læknunum. Það er það sem ég er að segja. Það er mest ábyrgðin. Það er rosalega. Spáið þið samt í það. Ég myndi aldrei geta það. Ég myndi alveg lega ykkur að svæfa mig. Já, Ég myndi bara taka ef það er læknir á kantinum, skilja. Já, auðvitað, hann og þið grípur myndu inn bara í. fá að setja grímuna á. Og ít og takkan. Já, Já. takkan. Er ekki röglega takki? Ég held að taki. ég held að ekki taki. Hann er örugglega reiður. Takki til að stoppa og byrja svæðinguna. Og það er að halda þess hóðandi líka einhvern x tíma. Já, þá haldið þið bara grímuna á. Ég held að gríman er súrefni, það ekki? Er ekki Ég veit spreytað það í ekki, jú, þeim? örugglega. Ég veit það ekki, en hafi Ég ekki hugmynd. vitið samt hvað er að tala um, þú ert að sofna, þú ert að fara í aðgerð og þú ert bara, ég ætla ekki að sofna, ég ætla ekki að sofna. Mér var svona, þetta er ekki Ég ætla bara ekki að fokkin sofna. virka, Já, sko. og svo ert að horfa á ljósin og þau svona, Já. og svo vaknar og þú ert bara, Ekstra Það anstæðar. er bara, já, og það er bara eins og tíminn hafi ekki liðið. Já. nei, þetta er fáránlegt. Þetta er bara eins og það er bara blika bara. Þetta er Fucked galið. up, sko. Ok, ég ætla að taka gískið mitt Já, á ok. eitthvað sem þið séu neyfið, þið tóku sorpu, þið tóku sjónum, þið tóku bónda, þú veist, þetta er alveg margt sem að ég hefði líklega sagt neyfið. Vá, þetta er erfitt. Núna er eitthvað sem er að hlusta bara, segð þetta. Já. Já, pottið. Vá, ok, það var ekki skurðlæknir, ekki lífsnæstir. Þið sögðuð nei. Mikið af eðlum störfum til. Já. Skurðlæknir líksnýrstir. Ég veit að ég er eitthvað, að ég veit að myndi segja já við kokk og bla bla, þú veist þannig. Oh my god, ég er clueless. Ég fæ ekki þetta Ok. og ég fer í spurningar frá tepósgestum og Já, meðan kannski farið hugmyndir þá líka, ég sé maður það, veit ekki. vinstri heilum minn verður að Já, vinna meðan trú. og reyna, Trú. Finn út úr þessu. Já. En já, Finn út úr þessu. þetta var eitthvað sem ég myndi aldrei vilja fara í. Já. Aldrei í lífunum mínu. Aldrei, Never. ever. in my Aldrei. ok, vá, ég veit ekki hvað ég myndi aldrei Sko, gera ok, þú veist, ég myndi ekki gera þetta, en Sunniva myndi aldrei Já. gera þetta. Ég myndi ekki gera þetta, Sunniva myndi aldrei gera þetta. Er það hence the difference? Það er svona 2, sko. She would Líka. never. Já, ok, reyndar annað er að myndi ég aldrei gera heldur. Og hitt Þú myndi ég myndi aldrei ekki gíska þetta, sko. nei, af því að þú veist, Þú ég ert hugsa komin með hausinn allt og langt frá þessu. já, ég hugsaði dýralækni líka en þú veist, Mér langar alltaf að dýrlækni á lín. já, en ég var svo hrættum að þú veist svona aldrei að þú myndir ekki Já. vilja sjá dýr Deyja. deyja. Já, en þú myndi líka aldrei geta svæft dýr held ég. Nei, það var alltaf Þessna, já, er það ekki? Já, Já. emitt. Já, bara... Ok, Ég ætla ætla að bara að lækna þig. the back of my brain verður að hugsa þetta Já. men ég ætla að spyrja ykkur Ég er spennt spurninga að heyra giski þegar það kemur. Já. þetta er alveg erfitt sko. Já, þetta er alveg. en ég verð alveg pottur svona eins og þú sagðir þú veist, svo kemur þetta þáttunum og ég er bara Já, það var bara hvernig datt mér þetta ekki í hug. ok, hérna, ætla ég bara að spyrja þið sendu inn hérna spurningar þið tebórsgestinir og ég ætla að spyrja Já. að sumt þarna, þú veist, Sem við erum búin að fara yfir. já, hver áttu hugmyndina hvernig komin upp og þú veist, það er komið Já. og af hverju nafnið það er komið þannig að ég ætla að reyna að svæpa fram hjá þeim sem að Ok, erum búin að nokkuð við Svara svara sitt. Geggjað. Já. en fyrsta spurningin er þetta svona eins og Simple Life? Sko, ég skil af hverju fólk myndi halda það, en svo aftur á móti Paris Hilton, Nicole Richie, þær lifa einhverjum glamúr bara Já, það eru bara lífstíl, aldrei það er bara, þeir eru með þjóna, þær Það er aldrei skeina skítið sér út bara, skóna, já, sko. einmitt. nei. Sem er ekki alveg það hjá okkur, Nei, skilur, nei. ég hef unnið í fiskivinnslu, unnið að gera upp hvali og þú veist, ég hef gert alls Já. konar, skilur, bara
Við höfum unnið mjög skrítinstörf báðar tvær, sko. Já, allan daginn og þú veist, ég veit aldrei líka með við þær. Nei. Og líka þeirra koncept að þær fara í 30 daga að búa á sveitabæ. Já, þær eru mikið lengur einhvern veginn og þær þurfa bara svona að adapta alveg öllu lífinu sínu. Meðan okkar þá erum við að pröfa mismunandi starfsgreinar. En ég skil svona, þú getur alveg líkt þessu við svona, að því að fólk veit ekki alveg hvað symbolið er. Nei, hefur kannski ekki hort á það, en bara svona veit grunn hugmyndir. Já, akkurat. Að séu skvísur að fara í eitthvað svona skítastarfun að gæsa. Já, nákvæmlega. Hvað er margir þættir? Við erum búin að fara við það. Já, 6 þættir. Voru þið á einhverjum tímapunkti ekki að nenna þessu? Nei, þetta var geggjað. Þetta var bara skemmtilegast. Já, þetta var ógeðslega skemmtilegt. Við varum bara spenntar að fara í tökur alltaf. Já. Þannig á það að vera. Þannig á það að vera, bara 100%. Það skín alveg, veist ég þekki ykkur, það mun pott skína gegnum tökurnar skilja að hvað ykkur fannst þetta skemmtilegt. Hvor var betri í fjósinu? Ég. Sunna var betri í fjósinu, já. Á vissum stöðum. Já, það er rétt, já. Það er alveg mörg störfi í fjósinu. Það eru styrkleikar og veikleikar hjá báðum, við getum bara orðað það þannig. Ok, spennandi að sjá. Hvað er hver þáttur langur? Mér finnst þetta góð spurning. Ekki 15-20? Jú, 15-20 mínútur held ég. Nei, það er bara að hafa lengra, sko. Já, við vildum hafa þetta sko 40-60 en það verður bara að vera næst. Já. Það hefði vist verið aðeins lengri tökudagur heldur en við vorum í. Shit, hvað er spennandi. Já. Þannig að fólk býr sér til góðan lens eða kvöldsnarl og úlala, horfur á það. Ok, það er eins og segir ekki spurning um þættina en vildi bara láta ykkur vita ykkur allar komið fyrsta æði. Æ, besta, þú ert æði besta mín. Thank you. Æði best. Æði best, ok, ég er svona aðeins að lesa hérna. Já, og stendur hérna, var ykkur boðið að gera þetta eða vildu gera þetta sjálfar? Ykkur var í raun boðið en vildu það líka? Já, basically. Bara bæði. Við fengum tækifæri og þetta er eitthvað sem við höfum alltaf gripið í. Já, algjörlega. Við höfum aldrei sóst í þetta en einhvern veginn er alltaf langað þetta. Já, same, já. En það er ekki eitthvað sem að manni líka myndi kannski dætt í huga að væri einhvern veginn í boði fyrir nú færð boðið. Nákvæmlega. Það þurfi svo smá kickstart og svo bara hoppið. Tókuð hoppið. Akkurat. Hvernig það að verða orðin TV personality? Vá, hvað erum við ekki? Ég veit ekki hvað ég að segja. Þú getur bætt því á hérna. Listan. The CV. Reality TV showstar. Já. Það er bara æðið, sko. Það er ekki? Það er bara ekki ekki. Aldrei betri. Nei. Ég er mjög spennt fyrir að vera reality TV-star, sko. Já. Ég er bara að reyna að stækka IMDb, akkantinn. Herri, ég tekið að mér að skrifa þessu þig. Ég er víst góð í því. Já. Hvernig var að vinna með tökuliðinu? Geggjað. Þetta er besta tökulið bara sem að ég hef kynst. Bara Þú ekki kynst mörgum? Jú, maður þekkir alveg fólk sem er í tökum. Já. Okay. Maður átt að vera í myndatökur og það er svona oft saman við. En ég er ekki að sitja út af þau samt. En þetta var bara... Þið eru alveg líka fín. En þetta var bara svo skemmtilegt tökur. Já. Og það bomdi allir bara vel frá fyrstu mínútu. Og það er svo mikilvægt, þú veist. Shout out á Ketchup, sko. Já. Þau eru best. Vel gert. Og þú veist, við hittum þið þannig að fórum bara strax í tökur, skilurðu, valla búin að kynnast. Já, vissum allar hvað fólk héti, skilurðu. Og við vorum bara samt náðu bara að vera við, skilurðu. Það er bara leið vel. Já, það leið bara vel fyrir með þeim, skilurðu. Og það var svo... Gætum ekki beðið betra krú. Nei, alls ekki, sko. Shout out á Ketchup. Já, þeir eru best. Feitt shout out. Hérna vorum meila búin að svara sér, þetta er bara svona að minna fólk á. Hvað starf reyndist erfiðast? Það var svona líkamlega erfiðast, Það eru tökum líkamlega og andlega. Ég var alveg til að heyra svara við bæði. Líkamlega var alltaf bara sveitin. Já. Eða? Já, það er mikið átök bara, hvað varum mættar 5 nóttina. Já. Vá. Sunna og mætt fyrir utan í mér bara, ég kom inn og ég bara, já, dagur byrja svo snemma. Það var ekki einn bíll á götunni, sko. Og þú þurftum að keyra upp í sveit, sko. Já. Hugluslega. Þetta var ekki bara í bænum, sko. Nei. En já, það Sveitabæri Reykjavík. Það er ekki langt úr þetta Reykjavík. Nei, þetta er rétt. En hérna, já, það tekur alveg áskil, þú veist allan daginn bara frá 5 til 5 eða meira, jafnvel. Já, þú ert alveg... Það gefa dýrum að borða og þú veist, þú veist, fullt af dýrum. Þetta er líka ekkert starfshús, þú veist, hringið en veikan í. Nei. Þú ert ekkert bara, hei, ég kemst ekki að, þú veist, mjólka þig í dag. Hvað á bælinni gera? Hún springur bara. Nei, ándjóks. Ég var í brúðkaupi fyrir ári síðan á Bóndabæ og þá kom þetta hérna hjá frændfólkíkuna og þá kom brúðguminn inn eitthvað svona morgunin og ég segi bara, hvað?
hvað þú gera, skilur, þú ert bara að gifta það eftir við vorum með hérna hjólísi og hann kom inn í hjólísi og var ekki að spjalla og ég eitthvað svona, þú gefur eitthvað chilla, bara svona fara yfir your wows, whatever, skilur hann bara, ég þurfti að mjólka, ég eitthvað mjólka er bara brúðkaupsdaginn hann var bara, byrst að hver annar á að mjólka á brúðkaupsdaginn minn og ég það ekki, ég gæti gert það okkur gerir þú það ekki? Okkur hringdur ekki Jóa sinu við komum næst þegar hann gifti sig Þetta er svo brúðaða veisluþjónusta fyrir bónda sjáum með fjósið Já, af því hann var bara, ég get ekki tekið með pásu og ég var meist eða kannski leyfa honum að mjólka á brúðkaupsdaginn og við tökum daginn eftir Já, það er endur líka góð dýtt eða bæði, við getum komið helgar þjónusta Sunneva og Jóa En mest sem að ég er svona respekta líka bónda er að vera á Íslandi og ég get ekki ímynda mér hvað þetta er erfitt að veturna við erum inn í fjósinu í bara -20 eða eitthvað skilu og líka bara þegar að labba ánga og það er svo dipp snjóbylur eða eitthvað við fengum alltaf bara besta það í heimi upplifun okkar er bara geggju skilu og bara bongo ég held að sé alveg það er ofta sem allir gangur á þessu sko 100% sko ég var bara ímyndar að það var snjór og allt þetta bara draugalegt sem ég sé Nei, og líka bara það er ekkit sko, það er ekki ljósastaurar þetta er bara þetta er svona vasaljósur já, eða svona lukt úkslega gæðið, smá svona kerti og vindurinn bara en já, verður respekt á bónda það var líkamlega erfiðast andlega sorpa, 100% ég var búin að gleyma hvað störfi fórum í að því að búin að tala svo mikið þessu tvö já hitt verður bara pleasant surprise held ég sundlaverður, stöðumarlaverður súin hitt var allt mjög bara svona skemmtilegt og ekki eitthvað of erfitt ok, þannig að þetta var líkamlega andlega erfiðast ok, svo, þú veist, það eru bara margir sem spyrja hvað þeir eru en við erum svona eiginlega búin að fara yfir það þannig við þurfum ekki að svara þeim og svo bara verða þeir sýndir á stöðu plus eða bara á stöðu 2 stöðu plus hana skemmtleikri áskrift og hérna og checkið á þessu check it out babes en þú veist, er hérna mér fannst líka, við erum ekki búin að koma inn á mig en mér fannst mjög gaman, við erum verið svona aðeins að tala um þess að eins og ég segi í byrjun, þeir eru búin að gefa lítið meira sem við okkur vinnina sem er alveg svona algjörlega, sem er ólíkt okkur sko en mér fannst mjög fyndið þið þurftu að vera með mækana á allan tíman, það ekki? Og þegar þið fóru á klósetti og svona þá þurftu mækin bara að vera á það er pínur lofalinn fylgur því sko Nei, þetta var líka ég veit ekki af hverju ég er bara með þetta í haustum á mér það er ekki oft sem ég fengi mæk á mig en ég fengi nokkuð sem bara viðtölum og eitthvað og þetta er bara svona stimplaði í haustum bara slökka mæknum en Jóa bara svona Jóa ég bara vill ekki láta hann slökka mæknum hún var bara já ég bara stenglendu ég bara sast að klostið að byrja að pissa sko svo var ég bara og hann líka vill ekkert heyra mig bara pissa sko. Hann er alltaf með mig bara hérna bara í eyrunum alltaf þannig að við alltaf afsaki og við erum alltaf með minnstu partyblöruna alltaf pissandi þannig að við alltaf afsaki slökkum mæknum við þurftum bara basically að segja það er rétt við þurfum að pissa hann heyrir alltaf í svo var það svo glemdu við okkur stundum að við værum með mæk og þau voru bara hlæjandi hann hinum megin og þau bara hvað er að hlæja þau heyrir í okkur við bara hvað, þú veist, að vera vil fá það en ég tengi bara sérstaklega þú veist eins og hérna bara skilur maður getur oft glimt sér bara maður er bara vinkunur, maður er bara að spjalla og maður tala bara akkurat, svo bara alltaf eitthvað gett með, og ég held að sé líka alveg bara sjúklega leiðilegt að vera sjúklega meðvitaður sig og eitthvað gett passa samur fattari en við segjum ofta eitthvað sem maður ég kannski ekki átt að segja frá mæk og whatever skilur það er bara partur að vera maður sjálfur svo svona leið mækan eru farin af okkur og maður er alltaf á saman bíl það er bara, ok, við getum talað um allt núna en já, þú veist það er alveg, við erum alveg stressaðar að það fara að koma út sko. Það var næsta spurning að ég veit að þið eru svona stressaðar og þið voru búin að djóka svona með þú veist, það er ekki bara panta ykkur ferðið erlendis og láta ykkur hverfa í smá en það verður bara, þetta var sjúklega gaman að fylgjast með viðbröðunum og hjálpum bara be nice to us auðvitað það var alltaf haters það er bara þannig en samt fyrir alla sem eru að hlusta það er bara þumalputta regla ef þú hefur ekki næst að segja sleppti þá bara, þú veist og svo það er þumalputtaregla hjá mörgum og svo restin á Twitter ég er svona alveg að skjóta að þeim sem eru inn á Twitter líka bara svona halló, að ég veit að tebúsgestinir eru ekki segir um þetta þeir eru ekki eftir að hafa þessi svona en ef þú hefur eitthvað næst að segja
það mátti endilega logga inn á þetta leiðilega forritana bara be nice en það þurfti mikið jákvæð til að balansera Twitter með þess þú skilur hvað ég meina bara svona, þú veist Nei, ég bara skjóta Twitter þú veist, Twitter bara, einmitt við erum ekki miklir aðdándur þá heima á soppu þau flokkum þetta shit, sko beinustu leið en hérna, þið þurfum ekki að hafa neinar ágjör eða vera stressar við hefum engar ágjör af þessu þið fáið bara að sjá bara, basically eins og ég sagt við alla bara, þetta er bara basically ég og Jóhanna að vera að fá þetta og bara vera aular bara svona sem við högum okkur þegar við erum tvær saman að rugli koronari skilur með bestu vinkoniðinni að gera eitthvað að pröfa störf bara hvernig væri þið að spjalla á milli skilur bara nákvæmlega svo þið að gera bara eins og maður er alltaf bara skilur tjóka með allt skilur en það er ógeðslega mikið annars sem að þetta er bara við og örgulega 99% er bara one take já, það er geðvikt það er nefnilega málið, þetta er eiginlega allt bara one take og gaman svona fyrir þá sem er að fara að horfa að hafa það í huga að og þetta er alveg mjög svona raw myndalni er hrátt ferðinni og það er stundum sum momentana sem ég vissi ekki einu svona að vera myndalni í gangi og ég held bara að það væri pása þannig að bara mjög skemmt að horfa líka bara að sína sig hérna hvað þetta er fljótt að koma út þú veist, þetta er augljóslega ekki ég er ekki að segja ekki mikið production þú veist, auðvitað er production á bakvið það er ekki senur sem er takt aftur skilur en þið tóku svona confessionals eða svona testimonials svona, það heitir confessionals í Keeping Up ok, ég var ekki þið tóku svona þannig þar sem þið eru svona aðeins að gefa innskot inn svona hvað þið voru að hugsa á þeim tíma eða er ég ekki skröft ok, það er ekki hægt að taka það nema að vera bara nei, í karakter sko þú dettur alveg í karakter sko þannig að höfum það líka í huga við vorum bara að djóka okkur ég finnst það bara mjög fyndið og svo bara, þú veist, ég horfði á þetta eftir á mitt og ég hugsaði alveg svona einu sinni bara hvað er ég að segja? Ég hef kannski ekki átt að segja þetta en jæja þannig að þú veist, en it is what it is og það er bara gaman að þessu algjörlega þetta er svona eins og við myndum bara ræða á hans voru myndaðilar fólk bara að take it or leave it við erum bara svona en ég hef oft hugsað með Keeping Up og nú getur ég spurt eitthvað sem hefur actually pröfað þetta en ég hef oft hugsað með Keeping Up því þú veist þau taka upp skilur svo þú að gera þau hérna þau kalla confessionals þar sem við setja bara við og það er það sem við erum að tala um bara svona þú setur bara við skjá og þú ert bara í rauninni að rifja upp bara rifja upp það er yfirleitt bara spurningar skilur það er bara spurningar þetta moment og þá ertu bara að rifja upp bara með leið svona þegar ég sá þetta ykkur er ekki sýnt momenti ekki okkur allavega kannski er einhvern tímann en ég efast að fólk sem er rétt í efni nei þú veist þetta er bara spurning sem alltaf hælt í þessi Keeping Up það gæti alveg verið bara hvernig er þessi momenti bara sýnt en svo ég var stundum bara, sagði ég það? Einmitt, þú veist, ég var að hugsa það er maður ekki bara hvud oh my god, ég man ekki eftir en þið tókuð þetta upp alveg, þú veist þetta var síðast sem þau gerðuð, það var að taka þessi testimonials, eða confessionals er það ekki? Þannig var ekkit erfitt að rifja upp svona aftur í tíman ég var alveg erfitt sko þú veist, ég var í alvörunni, ég hugsaði tvisvar bara svo var ég bara en að tala með hans í gegnum þetta hvað voru að gera en það var alveg smá challenging sko ég trúi því, ég hef oft hugsað með Keeping Up eins og bara hásars líka skilur og bara allt þetta hvernig munið þetta skilur það er bara það, hvernig munið þetta það er pottet með þetta allt, af því það er miklu lengri þættir skilur og miklu miklu lengri tíma og þú sér það er alltaf í sömu átutunum í testimonials þannig að þetta tekið upp alveg lokin allt þannig að það lítur að vera allt unnið og það er fá að sjá bara þetta moment þess vegna líka fyrir fólk að gráta í einhverju situationu skilur hvernig ætti maður að fara að gráta ef maður bara svona veit ég, man ekki alveg nákvæmlega maður verður að fá að sjá þetta ég er búin að glemma hvernig maður leiði gær þú veist þannig að bara svona algjörlega og hvað maður á, þú veist, hvað þið hefur átt mörg samtöl saman er þetta að rifja upp eitthvað eitt samtal en þú farið að sjá það, þetta er ekki emotional samtal þá færið tævarinn í augun en ekki eitthvað ef eitthvað myndi tala um það nei, ég held ekki sko var eitthvað svona það þyrfti að vera allavega eitthvað rosa já, var eitthvað alveg emotional hjá okkur sko tók á sko tók mikið á getum við stoppað þetta this is too much en ok, það er spennandi eða svona, þú veist, það er gaman að fá alla vinkla já, algjörlega ok, hérna hjálp okkur sko komið að gískinu mínu já, þú búin að hugsa það vel já, svona, þú veist ég verð bara að skjóta á þetta ok bring it
þið myndi segja já ef það var rétt. Giskaðu. Já, þið þurfa að gefa mig það, ef þetta er rétt að þá þurfa að segja já. Ok. Það er enga líkur á því. Ok, ef að gera það. Nei, við segjum Þá er ekkert skemmtilegt að gíska. Við skulum, já, þú eru bara að horfa á okkur. Já, þú eru bara að Ég skynja mun alltaf að horfa, en Look us dead in the eye. þið segir bara já eða nei, annars er engi tilgangur að gíska. Ok. Nei, ef þetta er rétt, Við segjum já eða nei. Ok, let's go. Fyrir mig og fyrir tepósgestina. Ok. Bara exclusive. Ok. Nú verður allir brjálar út með fyrir að örugglega ekki gíska á rétt. Ok. En ég ætla að segja kafari. Nei. Ok. Það er svona eitthvað sem hún myndir aldrei gera. Og ekki ég heldur. Nei, Og það er alveg rétt. það er gaman að setja kannski... Það Nei, væri ég er ekki að gera. hrikalegt í TV, það var bara kvíðakast on live Já. televisions. En þetta var fínt gís. Þetta var mjög gott gísk. Ég var að gleyma að Jóa er náttúrulega Sjóhrættastar Íslands og að fara voni í heimsins. sjónar hrikalegt sem ég Já, veit. þannig að ég þurfti að gíska Já, þetta var mjög gott gísk. Já, gott gísk. virkilega. Og átti vel við. Já, En ég held að Jóa væri meira nei, heldur en ég. Já, þarna, það sko, var svona eina sem með var að bugga mig með þetta. Já. I don't know what's below me. En ok, þetta er bara spennandi að sjá hvort að hvað það er og hvað þetta mun vera og Já. eitthvað svo leis. Já, það var gaman að sjá feedbacks. Það var sjúklega skemmtilegt. Já. Ég er ógeðslega spennt. En veit hvað ég er spenntust fyrir? Hvað? Að sjá ykkur öll 17. september. Já. Klukkan 8. Klukkan 8. Það ekki? Jú. The perfect date. Tix.is. Tix.is. Meðsala er hafinn inn á tix.is, allir að fara að kaupa sem ég áður en bara það eru uppselt. Að Yes. Jóa allar að fylla all sætin bara. Yes. Já. Well, let's go. Ef enginn kemur, þá veit ég hvað ég gerir, sko. Það var eins og svona enginn að mæti ammali okkar, skilju. Þetta er ammali, Já. þannig þá er það Það er dómulegt að mæti ekki ammali þegar bóðið, sko. Og það er búið að bjóða ykkur öllum. Já, þeir eru öll með bóðskort, sko. Ammaliskeiðun okkar er bara að þið kaup með það, skilju. Já, bara þeir komi og verið með okkur. Ó, minn umasti. Join Já, us það væri to svolítið this ljótt að gera það party. Ég allavega get tala fyrir sjálf mig og ég komi með það og ég get ekki beðið og við erum öll vinahópurinn að koma. Og þið ætlaði að gera smá date úr þessu. Við ætlum að gera smá Já, date úr þessu. það er Ég er ógeðslega að fara gaman. með mönnunum ykkar á date 17. september. Passa vel upp á. Ég passa mjög vel upp á. Nei, við erum sérst að fara allir hópurinn og svo kærastarnir ykkar líka. Við ætlum, Jú. ég held við ætlum út að borða. Allavega í Mér skildist Rikki það, og eitthvað já. svona. Þannig að, og svo bara mætum við í góðum gýr að sjá bestu okkar. Ég er ógeðslega spennt, ég get ekki beðið. Jú, máttu vera of tipsy að þið þurft að koma sviðs. En Já, það jú, ekki, við ég þarf þurfum þetta mjög game. Við erum bara að vera tipsy. í fyrsta skipti eru glæði tipsy, sko. Ég get ekki gert það, þannig að það fengi mér smá, sko. Við erum bara að fá smá. Já, ég er að segja það. Smá búblur. Við erum fengið okkur búblur á því tippuðinu, sko. Oh my Já, God. já. Ég þarf að fá mér annars mun ég bara fríka út, Já, sko. gríns. Hjálp, Aðeins að róa tauga Já, nákvæmlega. slá á kvíða og svona. Það er svolítið. Hlakka til að sjá ykkur í hörpunni 17. september og í klukkan sjónvarpinu 8. 27. ágúst. Já, Yes. stelpur, ég get ekki beðið. Ekki gleyma því. Peppa liveshowið mér. Nei, stelpur, ég get ekki beðið eftir því og ég hlakka svo ógeðslega til. Hvað er fyrsta starfi? Mér ekki segja. Nei, Ok, Kemur ljós. það eru örugglega sundlega verið að þið tókuð það fyrst. ég man það ekki. Það Má ekki segja. Ok, spennandi. kemur ljós. Já, ég sé ykkur á stóraskjánum þann 27. Hlakka Yes. til að sjá ykkur. fyrir að Og endilega sendið á okkur ef að ykkur finnst þetta skemmtilegt. Já. Ekki ef ykkur finnst það leiðilegt. Já. Sendið á hvað ykkur finnst ef það er jákvæmt. Ok, annars ekki neitt. Bye. Ok, bye.